Bókin tilkomið þannig að bókaútgáfan Hólar hafði samband við mig svona fyrir tæpu ári síðan og spurði hvort það væri til í að safna saman sögum af Skagfirðingum. Þannig að ég tók þetta að mér og byrjaði á því að kíkja í heimildir sem ég vissi til að það sem væru sögur af Skagfirðingum, skemmtisögur. Ég komst nú fljótt að því að það mjög mikið til af slíkum sögum. Og hér og þar í ýmsum heimildum þannig að ég byrjaði á því að taka það saman og komst að því að það mikill brunnur, sagnabrunnur þar. Svo þegar það var komið þá fór ég á stúana að leita upp í menn og konur, aðalega menn reyndar, sem að ég vissi fyrir að væru sagnamenn og kynnu sögur. Og það nú gjarnan með svona sögur að það breytast manni frá manni, kynslóð frá kynslóð. Þannig að sumar sögur kunna að vera eitthvað undarlegar í eyrum sumra, hafa heyrt það kannski öðruvísi. Þannig að það reynt að hafa sögunar eins upprunalega og hægt En menn eiga líka ekki gleyma því að góð saga má aldrei gjalda sannleikann. Það var bara algjört möst að Bjarni tæki nokkur eintöku sölu því að hann kemur nú með sögu í bókinni. Við dettum nú kannski ein saga strax sem að segir ágætlega sögu Bjarna hvað hann komískur. Það var hann eitt sinn stilt upp hjá sér 10 kg pokum af hænsnaskít sem menn gátu keypt til að setja í blómabeð og til að styrkja aðra garðyrkju. Svo kom eitt til hans kona sem var mikið að flýta sér og hún keypti slíkan poka og bara yfirgaf svo verslunina strax og fór burtu. En svo seinna sama daginn þá hringdi hún í öngum sínum til Bjarna og sagðist að hafa keypt hjá honum poka af hænsnaskít en gleymdi að spyrja hvernig ætti að nota hann. Þá ræksti Bjarni sig kurteislega og svaraði: Já, ég tek nú alltaf eina skeið í hádeginu. Það mjög rík sagnahefð í Skagafirði og það mikið til af sögum og vonandi bara verður framhald á því að það eru margar sögur í sarpinum og ég veit af fleirum sem ég ætla mér að nála. Þannig að vonandi verður bara framhald á. Það byrjaði því að þegar Tómas vinur minn var að stilla út móti og það svona ótrúlega við besta vinn minn að það erfitt að komast þarna á milli og hann náttúrulega sver. Svo ég hringdi og bað Stínu Sölva sem kölluð var í búðardama og hún bað hann að kalli Tómas en hún hann tref. Það var svo mikið erfitt fyrir hann. Það var mjög áreiðandi. Tómas kom í símann og ég bauð góðan daginn og spurði hvað kostaði svín í gluggann. Og þá sagði hann að þetta skal þú fá borgað.